Nemendur í Heiðarskóla fengu á miðvikudag að æfa sig að kjósa í tilefni alþingiskosningana komandi helgi. Hugmyndin kemur frá Krakkarúv en nemendurnir fengu stuttar myndbandskynningar frá stjórnmálaflokkunum áður en þeir ákváðu hvað þeir skyldu kjósa. Haraldur Axel Einarsson, skólastjóri Heiðarskóla, segir lýðræði og mannréttindi grunnþátt menntunar og þess vegna hafi skólinn ákveðið að taka þátt í verkefninu. Víkufréttir fylgdust með kosningunni í Heiðarskóla og spjölluðu við ungu kjósendurna. Segið mig krakka, þið eruð í kjörstjórn og nemendur á skólans. Hvers vegna að kjósa núna? Mér finnst að allir eigi bara að fá að hafa sína skoðanir og að allir fá að taka þátt og æfa sig núna þess að þau viti hvernig það verður bara þegar þau verða eldri. Haldið þetta sé góð æfing fyrir krakkana upp á framtíðin að gera? Já, þau vita þá hvernig þetta virkar og svona. Er búið að vera mikil umræða í skólanum þessar kosningar? Já, búin að vera smá, já. Nú eru allir búin að horfa á kynningarmyndböndin og þið líka. Hvernig fannst þér, hafði það ykkur áhrif á hvað þú ætlar að kjósa að horfa á þessu myndbönd? Já, svona hjálpaði allavega mjög vel. Fannst þér eitthvað meira áhugavert í myndböndunum heldur en eitthvað annað? Þau voru náttúrulega öll að reyna að höfða til krakkana og öll með svona mismunandi hvað þau vildu segja og maður sér alveg svona brellina sem þau eru að nota en það fyrir náttúrulega bara eftir í hversu mikinn áhuga þú hefur á þessu hvort þú dæmir út frá þessu myndböndum eða fylgist með öðruvísi líka. Hefur þú eitthvað fylgst með umræðinu fyrir utan myndböndin fyrir kosningarnar? Nei, alls ekki. Ekkert skemmtilegt efni kannski? Ekki alveg fyrir mig. En hvernig fannst þér til dæmis þegar þú horfður á myndböndin? Hafði það eitthvað áhrif á það hvað þú ætlar að kjósa? Já, fekk að sjá hvað ég ætla að kjósa. Og hvað fannst þér áhugaverðast í myndböndunum? Bara að segja frá hvað það hafa til að bjóða okkur. Haldið að þau hafi haft ykkur skoðun á þessu fyrir áður en þið leyfðu þeim að horfa á myndböndin og annað slíkt? Það er allur gangur af því. Við erum alveg með framtíðar pólitíkusa og sem að fengi þetta bara með móðumjólkinni. En svo erum við líka með skemmtilega nemendur í fyrsta bekk sem að merkti við alla flokka. Hann er að kalla eftir auknu samstarfi allra flokka á Alþingi, gerir ég ráð fyrir. En aðalmáli er að krakkarnir fá að upplifa lýðræði, kosningar, kerfið okkar. Þetta er ekki pólitík hjá okkur hérna, þetta snýst kerfið og lýðræði. Hafið þið heyrt umræður á göngunum? Já, þau eru svolítið mikið að velta fyrir sér einu kosningarloforði að taka af heimavinnu yfir línuna, sko. Þau eru svolítið spennt fyrir því. Annar var alveg harðákveðin í að kjósa þann flokk sem ætlaði að vera góður við náttúruna. Hann var ekkert að nefna hvaða flokku það var, hann hefur bara horfið eftir því, sko, þegar hann var að horfa á myndböndin. Þannig að það eru greinilega mikla pælingar í gangi fyrir þetta. Já, þau hafa meira sem tengt þessu með heimanámi, hafa velt fyrir sér geta flokkar á Alþingi lofað því að taka af heimanámi. Er það þeirra vald að gera það? Þannig að það voru nemendur stúlkur í 7. bekk sem veltu þessu mikið fyrir sér og ætluðu ekki að kjósa þann flokk sem lofaði því að þau heldur að þau geti ekki staðið fyrir loforðið. Stelpur, nú eru þið nýbúnar að kjósa og þið horfðu á myndböndin. Fannst ykkur þau áhugaverð? Já, en það var mjög mikið verið að tala mikið af því sama. Það er alltaf verið að tala barnasáttmálann, svo að það var lítið verið að gera upp á milli en það kom einn og einn punktur sem var mismunandi. En þér, fannst þér þau hjálpa til? Já, en samt allt bara það sama. Þannig að maður veit mikið að pæla í. Og af hverju haldið þið að flokkarnir séu alltaf með það sama? Örugglega bara þannig að það verði ekki eitthvað útrúðan, þannig að það verði meira bara á velurflokkin sem þú vilt hafa. Það er ábyggilega bara það mikilvægasta sem er verið að leggja áherslu á og það eru allir að leggja áherslu á það mikilvægasta. Nú voru þið að kjósa, hafið þið verið að fylgjast með umræðinu undanfarið? Bara þetta sem búið að vera nýlega í gangi, ekkert frekar. Hvernig fannst þér myndböndin sem þið fenguð að horfa á? Mér fannst það var mjög fínt að fá sjá þau áður en maður ákvað sig. Þannig að þau hafa hjálpað þér að ákveða hvað þú ætlaðir að gera? Já. Og hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið fyrir þessar kosningar? Bara misjöfn, ekkert endilega jákvæð, en ekkert endilega bara neikvæð. Bara svona, jákvæð bæði. Og hvernig fannst þér að horfa á myndböndin? Fannst þér það áhugavert? Já, það var svolítið verið að segja bara mikið að sama. Þannig að hjálpaði ekki eitthvað svakalega mikið en það hjálpaði samt alveg. En haldið að þessar kosningar hjálpi ykkur þegar þið fáið lögaldur til að kjósa? Já, það var fínt að fá að prófa svona, Já, bara fínt að prófa áður en maður fyrir í alvörunni. Ég er 12 ára, ég er ekki mikið að hugsa efnahagsástand landsins, sko.
En þetta er góð æfing fyrir framtíðina, heldur það ekki? Já, já. En fannst þér þetta góð æfing fyrir framtíðina þegar þú farið að kjósa þegar þú komið með kosningaaldur? Já. Hvað fannst þér mest skemmtilegast af þessu ferli? Að horfa á myndböndin. Og úr Heiðarskóla yfir í Fjölbrautaskóla Suðurnesja þar sem við rættum við nokkra framhaldsskólanema komandi kosningar. Sigurbergur, nú eru kosningar á laugardaginn. Hefurðu eitthvað spáð í þessu? Nei, ég hef voða lítið spáð í þessu. Hvers vegna? Ég veit það ekki. Bara, hef ekki áhuga á þessu. Ætlar á kjörstað á laugardaginn? Já. Nýta atkvæðið? Já. Finnst þið mikilvægt að nýta atkvæðið þitt? Já, það er mjög mikilvægt. Það sem mamma mín hefur sagt mér að það er mjög mikilvægt, þá bara hefur það svoleiðis. Þú bara gerir eins og mamma segir? Já, eiginlega. Þú varst að kjósa í fyrsta sinn, eða ekki? Jú. Og hvernig leggst það í þig að fá að fara á kjörstað? Bara, ekkert eitthvað rosa spennandi held ég, sko. Segjum svo að þið varu að fara að kjósa. Er eitthvað málefni sem er alveg mjög hjartnæmt hjá ykkur? Aðalega bara að hjálpa fólkinu í þessu landi sem á kannski bágt og þannig og já, laga það kannski. Heimilisvandamál og þannig. Já, líka hjálpa með til dæmis sálfræðiþjónustuna og jafnrétti í samfélaginu okkar. Því að sálfræðiþjónustan er svo léleg hér á landinu að það er ómögulegt að komast að út í dags. Já, ég er bara mikið fyrir að hjálpa heilbrigðiskerfinu að standa sjálft og svona. Í staði fyrir að kötta alltaf niður á það og setja eitthvað annað. Þröstur, segðu mér, ertu búin að kynna þér eitthvað kosningarnar? Ekki mikið, get ekki sagt það. Finnst þér eitthvað að vera áhugavert af því sem þú hefur lesið eða séð? Ég er bara búin að kynna mér svo lítið að ég get eiginlega ekki svaraði, sko. En þú, hvað, það eru 2 ári og þú með kjósa. Ertu búin að fylgjast eitthvað með kosningabaráttunni núna? Nei, ekki svo mikið. En finnst þér þetta áhugaverð umræða? Já. Sko, stóriðan, hún kom sér í burtu. Ég vil auðvitað að það verði atvinnumöguleikar fyrir mig þegar ég útskrifast hérna. Og já, bara eitthvað svoleiðis. Jæja, Donna, nú ert þú að fara að kjósa í annað sinn. Já. Ertu búin að fylgjast eitthvað með baráttunni? Mjög lítið. Ég hef ekki mikið náð þessu. Fylgdist eitthvað með þessu í fyrra? Já, eitthvað smá. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Nei, ekki 100% þess að því. En er eitthvað svona sem brennur á hjartaðinu, eitthvað málefni sem þú væri til í að kæmust áfram? Nei, ég veit ekkert mikið um þetta. En þú ætlar samt að mæta á kjörstað og nýta atkvæðisréttinn? Já, auðvitað. Það er mikilvægt? Já, það er mikilvægt.